Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Leggur þitt að mörgum til að gera það yfir að betri stað. Vanda Sigurgeirsdóttir, formaður KSÍ og lektor í félagsmálafræði og tómstundafræði í HÍ og margt fleira sem ég gæti, fyrirhandi knattspyrnu hetja og margt fleira, fyrirlesari, hluta kvan og alls konar sem við getum talað en bara velkomin í 24/7. Takk alveg fyrir. Gaman að fá þig og ég hjólaði mig bara alltaf beint í þetta, þetta spurningar og botnaði þetta, leiðtogafærni Ég ætla að tala þetta út frá því sem ég trúi og hvernig ég vinn með börn og leiðtogafærni eitthvað sem að þetta færni sem hægt að læra. Þannig að þú færð fræðslu og þjálfun og tækifæri til þess að beitinni að þá geta allir sem vilja orðið leiðtogar. Og hvað einkennir góða leiðtoga? Hvernig getum við orðið betri leiðtogar? Það náttúrulega bara alls konar hlutir sem geta gert okkur betri leiðtogum en svona hvað mig varðar að þá finnst mér svona mér finnst skipta máli að hlusta og samráð og samtal, taka fólk með, fá með sér bandamenn, ekki vera með undirmenn sem gera það sem þeim sagt að gera og að því að fá eitthvað fyrir það, heldur bandamenn sem að gera eitthvað því að þeir eru með innri hvata, hafa áhuga innan og þannig að þetta er svona það svolítið að ná fólki með sér samt á þeirra forsendum. Svona í rauninni að þú kannski með einhverja sýn og það þessi einsleikir finni að þið hafa eitthvað hlutverk undir þessari sýn og kannski fái sitt sjálfræði til þess að... Já, og gera jafnvel, eru sammála sýninni og eru svona hoppa á vagnin með mér þar sem ég ætla ekki að vera einhvern veginn á undan eða píska eða skilurðu, heldur þetta, þannig að ég er svona ég er þar. Ég heyr einhvern veginn skilgreiningu líka að leiðtogi einhver sem sér möguleikana sem býr í öðrum og fer umfram sjálfa sig til þess að virkja það. Basically. Já, þetta er að mörguleiti ekkert ólíkt því sem ég er að tala Ok, og núna varstu nýbúin að taka við forystustarfi í KSÍ og hvernig er verið út af því að náttúrulega ekki launungumál hafi verið krefendi, hvernig er að vera leiðtogi, það er ekkert mál að leiða þegar það er auðvelt, hvernig er að vera leiða þegar... Já, þetta er svo í fótboltanum, ég sagði það ofta þegar við unnum svo marga fótboltaleiki í liðin mín, ég sagði það oft þetta er svo lett þegar maður vinnur, það er ekki fyrir að byrja að tapa sem þetta verður erfitt og reynir á og það er kannski sama núna, þetta er kannski bara ein mesta eldskrift sem maður hefur getað gengið í gegnum þessir undanfarandi mánuðir, en að sjálfsögðu líka mjög reynslu miklir og hafa bara ég mun búa þess alla ævi mjög þakklátt fyrir að hafa fengið þetta tækifæri. Hvað þarf að hafa í huga sem leiðtogi þegar það eru miklar áskoranir? Sko, kannski bara sama sem ég sagði áðan, þú verður að ná fólki með þér og þú verður að leiða í gegnum svona Já, ég finnst þetta að hlusta á samkennd og fá fólk með sér, sé bara alveg rosalega mikilvægt, en að sama tíma þá verður maður líka að vera óhræddur. Ég tók strax það ákvörðun að ég ætla að fylgja mínum gildum og vera ég sjálf í gegnum þetta, ég ætla ekki að vera einhver önnur, ég ætla ekki að fara í eitthvað leikrit, ég ætla ekki að fara að gera eitthvað til þess að fá atkvæði eða eitthvað þannig heldur, ég ætla bara að vera trú sjálfur mér. Og ég og maðurinn minn hefur verið að lesa og skoða bók þar sem hefur verið að svona the ideal team member eiginlega og þá þarf þetta að vera svona hungry og ég er það alveg en þú þarft að vera smart, svona social smart og það er líka eitthvað sem hefur fylgt mér svolítið mikið og svo þarft að vera humble og mér er þetta líka bara svona svolítið góðu leiðavísir að svona hvernig maður á að gera þetta, maður er að vera þú er að vera með kraftinn, þú er að vera með ákæðin, þú er að vera með viljan til þess að gera þetta og ná langt og ætla þér og allt það þarf alveg að vera til staðar, en þú þarf líka að hafa auðmýktina og svona samskiptafærni til þess að einmitt að ná fólki með þér, það er erfitt að ná fólki með sér eða þú hefur ekki þann part. Þannig að það er að vera drifin, vera meðvituð og kunna velja á bara svona félagsfærni og sína ákveðna auðmýkt og fá fólk með sér. Já, það er nokkuð góður eiginleikar. Ég er líka sammálaði með að því ég tala nokkuð stjórnmálumenn
stjórnmálafólk og ég veit alveg hvernig fólk sko með ákveðna persónu og síðan sko stjórnmálamaðurinn eða konan og einstaklingurinn. En mér var svo heillandi því að Þórdís Kolbrúnu hún einhvern veginn ákvað alltaf að vera hún sjálf og bara trúr sjálfur sér. Og ég svona velti fyrir mér að því þá maður stundum að berskjalla sig og eitthvað svona, maður bara fastur í sín gildi. En það þarf maður heldur aldrei að passa sig að vera einhvern veginn að því maður hefur verið einhvern veginn tíðina í rauninni að mér finnst það erfiðara til lengri tíma. Já, þú þarft ekki að muna eitthvað svona, heldur maður bara heldur sig við þetta. Já, eins og ég segi, ég bara tók þessa ákvörðun strax og hefur bara haldið mig við hana og mér hefur bara fengið, það hefur bara gengið vel, sko. Upp og niður í, þú veist, alveg sama hvað og í mótlætinu og öllu og þá held ég mig bara við þetta. Ég held líka að fólk tengi miklu meira við það. Það er allan mín trú, allan að, þú sérð, mér finnst ég sá svo skýrt að fólk að spila þessu tvær manneskjur og þegar manneskjan bara manneskjan, auðvitað eitthvað sem maður ekki að deila í, eða þú veist, maður ekki gjössalega berskildi sig allan, en þú veist, þú ert í kori bara sama manneskjan. Mér finnst það allan, maður tengi miklu meira við þá mannesku, finnst mér allan. Já, mér finnst það svona trúveruleiki og ég held einmitt að á þessum tímum sem að voru haust hjá KSÍ þá þurftum við þurftum trúveruleika og einhver sem fólk svona treysti á og þá held ég að vera ekki maður sjálfur og vera einhvern veginn þetta sem að þú ert að lýsa bara, hefði alls ekki verið gott, sko. Hvernig út af því að þú varst líka fyrsta konan sem gengir þessu, getur við kallað þetta embætti og líka þú varst fyrsta konan sem þjálfaðir meistaraflokk kallaði það ekki á Íslandi. Jú. Hvað þarf til þess að bara keyra á þetta og bara að keyra á svo stöður og bara hafa trú á sér og hvað fyrir gerum hausnaður þegar þú... Sko, ég hef tekið svona styrkleikapróf við hvaðan höfum verið svolítið að gera það og líka okkur sjálf og einn af mínu styrkleikum heitir á ensku self-assurance sem bara svona einhver svona innri trú á á mann sjálfan. Þú veist, ég trúi að eins og í erfiðmálunum mínum, eineltismálum og námskeiðum og þetta, ég einhvern veginn hef þessa trú og það eiginlega bara sama þú veist, kannski eins og með bara Neista, af hverju ekki? Veist, árið áður en ég þjálfaði Neista þá þjálfaði ég nei, það var reyndar 1 ár í fæðingarólu þarna milli en liðið sem ég þjálfaði undan er KR í meistaraflokki kvenna 1999 og við verðum Íslands- og bikarmeistarar og þar undan þjálfaði ég A-landslið kvenna og ég fyrsta konan á Íslandi sem gerði það og bara með þeim fyrst í heiminum að þjálfa A-landslið kvenna þannig að af hverju ætti ég ekki geta þjálfað Neista frá Hofsósi í 3. deild karla en það veit ég ekki bara mjög mikið fótbolta. Þar á undan þjálfaði Breiðablik og voru Íslandsmeistarar í 3 ári röð og bikarmeistari 2 þannig að við erum búin að vera í fótbolta allar mín ævi þannig að ég held að það hafi satt að segja ekki hvarla að mér að einhvern veginn með Neista ég gæti þetta ekki eða eitthvað svona og kannski meira þetta því þetta var náttúrulega nýtt og öðruvísi og svona hver viðbröðin erðu hjá strákonum og svona en ég, nei, bara þegar ég trúði þeim að þau væri ekki að grínast þegar þau komu og bönguði á mér að þá fannst mér þetta bara skemmtilegt tækifæri en ekkert sem ég hafði einhverja ágjör af. Mér finnst líka gott að segja, af hverju, fólk fyrir aftur af hverju að þau gera eitthvað, af hverju ekki? Why not? Já. Það er kannski pínu þetta með sko fótboltan, að hver hefur vit á fótbolta og hver getur haft vit á fótbolta og ég man alltaf eftir í gamla daga þegar ég var að tala um fótbolta þá var ég kannski einhver staðar og það var verið að spyrja einhver karlþjálfari var Íslandsmeistari með karlalið sitt og hvernig fórst það þessu og hann byrjaði að segja hvað hann gerði og ég man stundum að ég bara svona rúlaði augunum inn í mér þú veist, af hverju spyr enginn mig ég er búin að gera þetta sem að þið eru að tala um hérna í mörg ár sko og vera Íslandsmeistarar og tapa ekki fótboltaleiki í mörg ár, af hverju spyr enginn mig og þetta mér veist þetta svolítið áhugaverð pæling sko Já, þú hafði ekki fengið þessa spurningu Já En ég myndi spyrja hann núna Af hverju? Bara hvernig þú nærið svona árangri mörg ári í röð, í gamla daga það voru alls konar ástæði fyrir því en ég spilaði út í Svíþjóð og þá var fótboltinn í Svíþjóð komið lengri en hér og ég skrifaði niður allar æfingar
þannig að ég var kannski aðeins svona undan minni samtíð, ég var mjög taktísk á undan minni samtíð, allavega í kvennafótboltanum varðandi taktík, ég var farin að leikgreina með 2 vídeótæki á AFS, þar sem að ég var með upptöku af leik og svo var ég að taka upp, þess að þetta tók óratíma, en ég var að sýna klippur úr leikjum, ég hafði mjög mikið áhuga á andlega þættunum og við laðum mikið upp úr því að þjálfa líka, að eitt að þjálfa þetta líkamlega og tæknina og taktíkina, þú bætir í þessu öllu með því að æfa þig, en hvernig bætir þið í andlega hlutanum með því að æfa þig, en við gleymum stundu þjálfararnir þeim parti, að láta leikmennina okkar æfa sig þar og þannig að ég var bara svona nútímaleg, ég var mjög duglega að fara til útlanda að hitta þjálfara, landsliðsþjálfara og bara þjálfara sem hefði náðu góða árangur á Norðurlöndunum, fór til Þýskalands líka og svona, þannig að bara mjög metnaðfull og búin að vera í fótbolta allar mína ævi, þannig að ég hafði bara mjög mikið vit á fótbolta og það er ekki einhvern veginn, þó ég sé kona, ég fundi það pínu að einhvern veginn svona að það er ekki settur alveg sami merkimiðin á mína kunnáttu og þekkingu á fótbolta. Mér finnst það leiðilegt. Já, það er mjög leiðilegt. Tek undir það. Það er gott að geta spurt það síðan. Já, þetta var 1996, en ok. En þú varst að þjálfa KU, var það þá með Ástildi og Olgu Fersætt og Iconic Já. Þetta eru legends var. Algjörlega, ég þjálfaði það reynda bæði Breiðablik og í KR, þessar 2. En já, ég er náttúrulega bara þjálfa margar okkar bestu konum í gegnum tíðina og bara ofsalega skemmtilegt. Og ég byrjaði nú að þjálfa Ástildi þegar hún var bara 13 ára og fleiri með Góla og Erlu Hendriks og Katrínu Jónsdóttur og þær allar saman. Ragnhildi Sveinsdóttur, móður Guðjónsen, drengjana, til dæmis, sem var markmaður minn og í yngri flokkunum í Breiðablik, Elisabeth Sveins Rósa Brynjólfsdóttir sem hefur verið á Alþingi og fleiri mætti upptelja, þannig að ég í yngri flokkunum þegar ég kom heim frá Svíþjóð og þá kem ég með svo rosalega banka með mér, þannig að ég segi stundum þetta ef ég má sletta svona match made in heaven með þessar ofsalega efnilegu fótboltastelpur og svo mig með þessa nýju þekkingu. Algjörlega, saman því. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig? Og hvað lærðir af henni? Vá. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á mig? Ég les mjög mikið, en ég er svona afþreyingalesari. Ég er svona, bara svona brenni í gegnum bækur og yfirleitt man ég ekkert eftir þeim, get lesa þær aftur eftir 1 ár, þannig að þetta er svona bara áðan ég fer að sofa og svona en kannski eina af þeim bóku sem er svona nýleg sem er fræðibók og heitir 5 Dysfunctions of a Team eftir Patrick Lencioni. Mér er mjög gaman að spá í þetta hvað er það sem að eykur og styrkir okkur í liðsheldum og hvað er það sem að dysfunctions, hvaða brestir eru í liðsheldum. Þannig að mér hefur fundist mjög gaman að blæði henni. Hún er mjög, ég ætla að stoppa það hún er mjög góð, og mjög áhrifarík, bara sérstaklega kannski mest notuð á kannski vinnumarkaðin, hann er alltaf yfirfæra þetta bara lið og fjölskyldur og pælingin er með þetta, þú veist, traust eða, getur kallað þetta traust eða sálfræðilegt öryggi eða hvað sem vilt kalla þetta. Hvað er mikilvæg grunnur? Það er alveg svo mikilvæg grunnur og að því ég er búin að fara inn í svo mikið bekkjum, það sem eru vandamál hjá börnum og líka liðsheldum í fyrirtækjum. En í bekkjunum þá finn ég það svo vel að ef það er traustvandamál hjá krökkunum sem getur komið út á alls konar, að þá hefur það svo mikil áhrif og þetta er nefnilega grunnur þar líka. Við verðum að byrja svolítið á því að endurbyggja traustið. Það er erfitt að búa til góðan bekkjaranda ef að traustið er ekki til staðar. Þannig að ég hef líka séð þetta alveg niður í skólakerfinu. Það er mjög áhugavert að því að spírallin er sá að ef það er traust að þá getur fólk tekist á sem þýðir að fólk getur tekist á og komist á niður á einhver samábyrð tekin á niðurstöðunni, þá finnur hver og einn hefur hlutverk gagnvart heildinni, en ef það er ekki traust að þá er það óheilsusamlegar ágreiningar, þá tekur engin ábyrgð af sýninni, skuldbindur svo engin sem þýðir að það verður bara hugsað mig.
Þannig að þetta bara svo og þetta tengist því sem ég talaði fyrst sem eru bandamenn og áhuga innan sem að ég lærði fyrir löngu síðan bara þegar ég var í mínu meistaranámi í þá Kennaraháskóla Íslands að þá vorum við svolítið að læra um þetta og lesa til dæmis einn mann sem heitir Sergio Vanni og fleiri, þannig að Andri Hargreifs og eitthvað svona, þannig að þá var ég svolítið að spá svolítið í þetta, þennan innri hvata hollustuna og eignarhaldið ownership á og mér finnst Patrik Lencioni, hann svona byggir svolítið óna og mér finnst það svona tengir við þess að svona trú sem ég hafði þú veist þessu bara breytingar, þú verður að hafa fólk með í ráðum og allt þetta en það sem að mér fannst hann bæta svo mikið við var þetta með traustið og svo númer 2 sem er ótti við ágreining sem er náttúrulega bara mjög áhugavert og maður hefur unnið ég hef unnið í svona aðstæðum sko, sem ég bara sé þetta bæði tvistast og bara báðum sko að því að fólk þarf að geta sagt vera heiðarlegt og sagt sem skoðun og á fallega máta og ég meina færum þetta bara yfir á stjórnkási ef það er ekki traust og ef við getum ekki verið ósamála ef ég ætla að umkringja mig með jáfólki ef ég ætla að umkringja mig með fólki sem segir já við öllu sem að ég vil gera og bara fyrir aldrei á móti mér og eitthvað svona það er óheilbrigt, þetta er ekki gott og það er verið miklu líklegri til þess að komast að betri ákvörðunum sem eru þá að því að þú þarftur allar að taka ákvarðanir á svona stóru vettvangi að það er verið að vera ígrundaðar þú getur ekki maður þarf að skoða og rýna í og taka svo góða ákvarðan og partur af því getur verið ágreiningurinn þar að segja eða skoðanaskiptin og allt það þannig að þetta var eitt af fyrsta sem ég sagði bara endilega verið ósammála mér og það hefur bara verið fínt finnst mér þannig að þannig að þetta er kannski svo bók sem að allavega svona nýverið sem að hefur kannski bara hjálpa mér mest svo getum við líka að fara að tala um Evelúni og Isabelli Allende og skilur, ég get líka að fara eitthvað svona í einhverjar óbarlega léttleiki tilverunar og einhverjar svona bækur sem að létu mig gráti yfir þeim og eitthvað svona en mér veist kannski, mér langar frekar að nefna þessa ég er bara sammála, ég hvet fólk sem ég er að vinna, ég keipa allt fólk til að lesa þessi bók, þetta er bara mjög áhugaður bók maður getur lært hellinga að henni algjörlega, og eins og þú segir, hún virkar í rauninu alla hópa klálega hvernig hafa mistök sett þið upp fyrir árangur síðan mér? Ég elska mistök ég hef svolítið verið að lesa mistök og aftur tengi ég þetta við varandi vinnuna mína með börnum að þetta er ofsalega mikilvægt að við segjum börnunum okkar að það sé hvort sem við erum að vinna með börn eða eigum börn að það sé í lagi að gera mistök það er ef við gerum það ekki þá er bara ákveðin hætta á svona kvíða og jafnvel fullkomnar áratu og jafnvel því að við þróum með okkur karakter sem að velur sér alltaf létt viðfangsefni. Ef maður er skítræddur við mistök þá velur þér viðfangsefni þar sem að þú ert ólíklegri til þess að gera mistök. Já, og líklega til þess að líta vel út fyrir henni. Já. Og þá ferðu ekki áskoranirnar og þetta stoppa framþróun og þannig að þess vegna segja ég elski mistök og við eigum að vera óhrædd við að gera þau og við eigum að nota þau fyrir það sem þau eru sem til að eitthvað til að læra af en við lærum ekki sjálfkrafa af mistökum af því það er til þetta á Íslandi nú lærum við af mistökum okkar, eitthvað svona já, við gerum ekkert endilega það eru mistök að drekka kók en ég drekk samt kók í gær, eða skilur þú veist, við lærum, við þurfum að nota hvað sem við notum, það er til alls konar ígrundunar aðferðir, námsringur kolb eða hvað nú sem það er, þar sem við notum leiðir til þess að rýna í reynsluna og notum þetta sem þú veist, hvað var það sem gerðist, hvaða reynsla var þetta og hvað get ég svona alhæft þessa reynslu og svona og svo þarf ég að enda og segja, ok hvernig ætla ég að nota þessa reynslu til þess að bæta mig, til þess að verða betri og þá fer maður í staðan fyrir að hjakka að þá ertu komið með möguleikan að fara svona upp þannig að mér finnst mistök, þetta er bara mjög áhugaverð pæling með þetta það er að fara að tala um þetta á alls konar vegu en mér finnst líka að maður á að vera óhræddur að viðkenna þau ég hef alveg gert fullt af mistökum og ég hef alveg gert hluti sem mér finnst bara sund, bara ég skammast mér fyrir með eftirsjá yfir og eitthvað svona en samt þegar ég fer að hugsa þá bara vá
að því ég gerir þessi mistök þá ég þessi manneska sem ég þá ég búin að gera þetta og eitthvað svona. Þannig að ég held eins og ég segja, Michael Jordan, einn besti körfuboltamaður allra tíma, hann talar svolítið mistök, hann segir að það voru mistökin mín sem gerðu mig að þeim leikmanni sem ég varð. Og svo talar hann hversu mörg skot síðast svona bjölluskot eða vitið þannig að rétt að leikurinn að vera búinn. Heitir ekki bjölluskot. En allavega, þannig hversu mörg þannig hann klikkaði á, hversu mörgum skiptum hún var treyst þess að klára leikinn og klikka á því og eitthvað svona og hann með þetta í tölum og mér það til dæmis bara mjög áhugavert. Algjörlega, ég held að svona sem lítið baka líka bara svona það var lítil og stór mistök og svona en svona stærstu mistöku sem maður gert, það breytt mér hvað mest sko. Já. Og það kannski það tilgangur tilgangur minnis ekki bara að munna fortíðina, tilgangur minnis að muna taka eftir hvað gerðist sem en þá verður að rýna í það og hvernig ég get af því annars manstu það ekki nei, nákvæmlega það er allavega svona meiri hætt á því algjörlega þeir uppbóls orðið okkar í tónlist og félagsmálafræði í háskólanum ígrundun að ígrunda reynsluna til þess að þú lærir af henni og það þarf ekkert bara að vera mistök bara alla reynslu, það getur líka verið að bara einhver reynsla sem að ég lendi í eitthvað erfitt sem að ég lendi í á núna sem KSI, þá ef ég ætla að nýta þetta og læra, þá þarf ég að ígrunda hvað gerðist og finna út hvernig ég ætla að breyta framtíðinni og hvernig ég ætla að læra þessu. Gefa sér tími í það sko. Gefa sér tími í það, þannig að þetta er svona en mér finnst líka kannski eitt með mistök sem tengja við fótboltana, það eru stundum leikmenn sem eru svo hræddir við mistök og þeir þoru ekki að gera neitt, það er nánast sko og ef þeir gera mistök eftir 2 mínútur í leiknum þá er leikurinn svona bara svolítið ónýtur, þú lætur þetta brjóta þig niður, þannig að þar kemur þessi andlegi partur sem að ég er alltaf að hvetja þjálfara til þess að þetta er svona 4 horn íþrótta, tækni, taktík líkamlegu þættirnir og svo þessi andlegu og þú verður líka að þjálfa þá og það er meðal að kenna fólki, krökkum, leikmönnum að takast á við mistök í leik. Algjörlega. Já, mér finnst þú líka að lýsa sko, þú mæntar að skoða eitthvað með growth mindset og festuhugafar, gróskuhugafar. Já. Svolítill munur bara á sko einsleikum með gróskuhugafar, festuhugafar að gera mistök og reyna við krefandi áskorunir og fá endurgjöfni sem þú vilt ekki fá. Þú veist, allt þetta sem hjálpa manni að verða betri sem maður vill vera betri. En ef maður tekst að við læri áskorunum, maður þorir ekki að gera mistök, maður vill ekki fá endurgjöf, þú bara segir sér sjálft að þetta. Já, og þetta er líka svolítið svona bara rannsaka varðandi svona persónuleika þróun, þar að segja, maður er hræddur við mistök og þú lendir aldrei inn einum mótlæti. Þetta er líka þrautsegjupælingarnar og það, en þetta er líka sko langt þar á undan, áður en ég heyrði gróskuhugafar og áður en ég heyrði allt með þrautsegu, þá ég á bara glæru svona þú veist, svona gegnsæð, þú maður kannski eins og eftir þeim, gegnsæð glæru þessa þróun á persónuleika, út frá þessum hlutum, sko, hvert maður fer ef þú lendir aldrei í mótlætinu, ef þú þorir aldrei að gera mistök, ef þú velur alltaf þetta lægra og þú veist, og þetta er bara ekki gott fyrir mann og þetta er ekki gott fyrir afreksfólki í íþróttum til dæmis. Ég meina, forsendan fyrir því að ná árangri í einhverju, eða verða meistari í einhverju, eða eitthvað svoleiðis, það eru mistökin. Hvernig ætlar að verða meistari í einhverju og gerir ekki mistökin? Það er bara svona grunnurinn í rauninni, tel ég. Heyri, mér langar til að trufla ykkur aðeins til að þakka styrktaralunum podcastins. Kristall, það er bara ekkert betra en að fá sér kristall. Ég mæli með þessum græna í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta er svona gos hollafólksins og það sést hverju drekka kristall. Að lokum þá vil ég þakka Zuma kærlega fyrir. Þetta er svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvað og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Zuma ef þið viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrktaralunum og þessum styrktaralunum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum, að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa, af því að ég er mjög þakklátur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram, þannig að bara takk kærlega fyrir og vonandi að þið njóti vel.
Hvaða ráð þegar þú fengið varandi þína sérfræðikunnáttu sem það magna og vilt deilaði með okkur? Er það ömurlegt að þú þurfur að vara okkur við því? Við erum búin að tala hluta þessu sem magnað. Mér finnst til dæmis þetta með traust og ótti ágreining magnað í teimum og í bresti í teimum og svona. Þannig að þetta ótrúlega spurning. Það ömurlegt að þurfa að vara okkur við því. Ég finn það á mér sko, ég dett alltaf tilbaka í þegar ég var að vinna með eineltismál og svona. Okay. Ég finn að ég fer alltaf einhvern veginn þangað, þannig að ömurlegt, hvað er ömurlegt? Það stendur endar eða, ég þarf ekki endilega Nei, það er annað fórst. Ég segi mjög oft við alla sem að vinna með hópum að ef þú kíkir ekki undir yfirborðið í hópniðinum, ef þú skoðar ekki hvað raunverulega er að gerast í samskiptum hjá fólki, að þá geta alls konar leiðindi sprottu upp og þetta er eins og ísjaki, þannig að það sem við sjáum þegar maður er í leiðtólhutverkinu og þú ert stjórnandinn og þú sér kannski bara það sem er svona rétt á yfirborðinu, svo geta alls konar hlutir verið undir niðri og ef þú kíkir ekki, ef þú notar ekki formlegar og óformlegar aðferðir við að skoða hópinn og hvað er í gangi, að þá getur farið alls konar í gang, einelti og samskiptavandi og særandi hegðun og ýmislegt svona sem að er í rauninni að skemma fyrir teiminuðinu og minnka líkunar á því að þú náir árangri og þannig að mér það, ég hef sjálf lent í að gera þetta ekki, þannig að kemur með þetta ömurlega að kíkja ekki undir yfirborðið, halda að allt var í lagi, lifi í einhverju glansmynd, vera með mælikvarða sem var ekki góður, ég hélt að var allt í lagi, af því að þegar ég var á staðinum þá var allt í lagi, en svo var það bara ekki alveg þannig að ég á sjálf reynslu af þessu og þess vegna segi ég sem að mér fannst ömurlegt að lendi í og þess vegna ég noti þetta mjög mikið þegar ég er að tala við fólk, þið verðið að kíkja hópinn ykkar og svona, já, bara jafnvel frekar reikna með því að það sé eitthvað í gangi í staðin fyrir að segja, nei, það er nú allt í lagi hjá mér, það er ekki að freka bara, þú veist tölfræðin segir okkur svolítið að það er eitthvað í gangi þannig að reikna með því, leita að því ef það kemur svo ljós að það er ekki neitt þá bara, frábært þar reyndar eins og ég segi alltaf fólk að leita aftur í næstu viku og svona, þetta er eiginlega alltaf reglulega en að því að við verum að tala sko bresti í liðsheildum að þá er þetta náttúrulega sko, þetta er náttúrulega bara svona ofsalega eitrandi ef maður kafar ekki í og skoðar ekki, athugar ekki með menninguna og tekur ekki á því sem er að það þýðir ekkert að fara bara í einhverja kvataferð og fara í fjórhjóluferð og 2 skemmtilega leiki og taka bjór og pítsu þú ferð ekkert með hópiðinn nógu langt, þú kemst aldrei alla leið upp á toppi sem þið langar að fara á þessu einu saman, þetta getur verið mikið á partur en ekki nógu eitt og sér, þú verður að taka á því sem er í gangi í hópniðinum. Algjörlega, og kannski. Þannig að það er kannski, þetta er svona kannski það magnaðist, það myndi ég segja að það er að fólk, að við förum og við finnum út, og það er til alls konar leið til þess, hvað er í gangi og tökum svo bara á því og það er nefnilega oft erfitt að sjálfsögða því að þetta er erfið mál algjörlega og kannski auðveldara svona bara ég gerði það þegar ég var ung og var að byrja að vera stjórnandi þá var þetta svona, það var auðveldara að sópa sig undir teppið og bara halda áfram og voni besta en það sparkar í rassinum á manni senna mér líka maður og að því að við verðum að tala um einelti að það er við svona aðstæður þegar maður er pínu svona að þá getur það grassirað og fer að stað, alveg sama hvort við erum börn en fullorðin þannig að því að það er svolítið mitt hjartasmál og þá finnst mér þetta reikniði með því að það sé eitthvað í gangi leitið að því, gerið eitthvað í því að þið finnið eitthvað fagniði ef það er ekki og leitið það aftur í næstu viku bara svo sé allt upp á borðinu svo Ísakinn komi hugsalega allur upp ég segi alltaf sko, ef þú sér Ísaki fyrir þér sjáum bara Ísakinn, það er toppur og svo er alls konar undir og svo er sjávareyfirborð líta á sjávareyfirborði sem rúlugardinu sem getur bara svona toga niður þannig að í staðan fyrir að þú ert með það þarna uppi og þetta er það sem þú sér að þú bestur aðvendu
Bestur á vundi, ég held að sé miklu töfra sem getur gerst þannig. Þetta er líka í leiðinu fyrir utan að þetta hjálpar í liðseild og árangur í skilvirkni og öllu þessu og það er örugglega reiknað út í peningum af því það er búið að gera það. Þessi svo í Bandaríkjunum eru til fullt af rannsóknum sem að sýna fram á hvað kostar að vera með eitraða menningu og hvað einelta vinnustað kostar og þetta er bara ógeðslega dýrt. Þannig að við vorum bara að tala um það svona fyrir utan hina mannlegu vanlíðan sem að fylgir einhverju svona. Þannig að, já. Algjörlega, kafa undir yfirborðið. Kafa undir yfirborðið og taka á málum. Já, sem þú hefur tilhneigingu til þess að sópa undir teppið í rauninni. Já, af því að það er svo erfitt, óþægilegt. En þú veist, en ef þú kafar út af því að þetta er svolítið mótsögn, af því að maður heldur að sé að tappa tíma og þetta er óþægilegt og erfitt og maður frestar þessu, en ef þú tæklar þetta ekki og þetta heldur áfram, það er allar líkur þetta sé frá að halda áfram að magnast. Þetta verður verra. Og hvað tapar miklu tíma þá? Mjög miklu. Og pening? Mjög miklu. Ég er að segja þetta. Þetta er svona ákveðin mótsögn við. Já. Þannig að þetta er, sko, þetta sýnir líka svona forvarnir, hvað það er skipta miklu máli. Algjörlega. 100%. Ef þú getur vefað töfraspota og leist eitt vandamál í heiminum í dag, hvað væri það? Vá, eitt bara. Já, væri bara eitthvað eitt vandamál. Vá, það væri svo mörg, sko. Man langar að segja svo margt. En ég ætla að segja fátækt. Ok. Viltu vita af hverju? Já. Vegna þess að rannsóknir okkar, ég hef verið að skoða rannsóknir sem hann heitir Ársæll Arnarsson, prófessor. Kóngurinn sjálfur, já, og fleiri, en sérst rannsóknir sem heita Heilsu og lífskjör skólabarna, sem eru gerðar á 4 ára fresti í 40 eitthvað löndum og það er meðal hér á Íslandi. Og við erum búin að vera að skoða þessa niðurstöðu, bæði hann og fleiri, Eygló Rúnarsdóttir sem er að vinna með mér og maður minn Jakob Frímann og fleiri af mínu samstarfsfólki. Og það er að koma svo ofsalega skýrt í ljós að börn sem að meta fjárhag foreldra sinna verri, þetta hefur áhrif allstaðar í þeirra lífi. Það eru bara sama nánast hvaða breytu þú tekar, þetta eru stóri spurningalistar sem eru að spyrja alls konar hluti varðandi heilsu og lífskjör barna og þetta hefur allstaðar áhrif og ég held líka að þetta myndi leysa fullt af öðru vandamálum í leiðinni. Eins og þetta myndi hjálpa okkur í umhverfismálum. Já, gerir það. Af því ég var að hugsa að nefna umhverfismál og þetta myndi hjálpa okkur í ofbeldismálum og þetta er risa lýðheilsumál og þetta myndi hjálpa okkur í framleiðni og þetta er bara, ég get bara já, en að því að ég fer oft tilbaka í velferð barna að þá er þetta svo risastórt velferðamál hjá börnum en ef við myndum leysa þetta og sem ég finnst við ættum að geta til dæmis hér 370.000 sem við erum að þá myndi þetta hafa fyrir utan það að við erum að bjarga börnum að þá hefur þetta svona margfeldi áhrif út í samfélagið okkar þannig að ég ætla að nefna þetta. Já, áhugavert var þetta umhverfismálin að því ríkara basically sem fólk verður því betur hugsað umhverfið sem er mjög áhugavert en síðan fannst mér líka sem ég ætla að nefna við að kannski er þetta fjárhagslega óöryggi sem heggur ansi mikið á okkur sem hefur þessi spíralandi áhrif að þú átt erfitt með að fungera og það hefur bara áhrif á allar þessar stóru breytur sko. Já, eins og ég segja, þetta hefur verið rannsakað til dæmis í Englandi sem eru svona margar kynslóðir þar eru þeir með þessa stéttskiptingu og svona, þar hefur þetta til dæmis verið rannsakað víða þannig að þetta er ekki bara hér en þetta var bara svo sláandi því við vorum að skoða þetta út frá kynferðslegu ofbeldi, út frá neyslu, út frá árangri skóla, tengsl við vini, tengsl við fjölskyldu, tengsl við kennara, líkamlegri andlegri heilsu, öllu þar tengdu, þú veist, það bara skipti nánast engu máli einelti, þú veist, hvar við skoðum, þetta var alltaf eitthvað sem hafði áhrif. Það er magnað. Hver er upp á... Þú fá Ársæll til þín. Já, ég ætla að fá Ársæll, sko. Hann er Það er mjög gaman að ræða þessi mál við hann. Já. Þetta er líka tengist einelti, líka. Já. Þannig að þetta var bara, það skipti, þú veist, ef við bara tókum þetta út og skoðum áhrifin, þá var þetta bara að hafa nánast alls þar. En hann kann þetta betur en ég. Já, það er Ársæll yndislegur maður. Ég verður svo búin að senda á hann, sko. Hann kemur einn daginn. Hann kemur einn daginn. Hver er uppáhalds tilvinnuð þín og af hverju?
Sko þetta eiginlega mín eigin eða ekkert mín eigin, ekkert mín eigin, það eru margir að tala um þetta en það bara það eru margar sko, en ég svolítið verum góð og þannig að pínu þessi in a world where you can be anything, be kind og mér hún pínu og líka þessi með allt sem þú þarft til að fyrir hið vonda, hið illa to triumph is when good people do nothing, hún hljómar ekki alveg svona en í rauninni ef við gerum ekki neitt að þá getur hið vonda og hið illa stíð upp hefur heyrt þessa? Nei. All that is needed for evil to triumph is for good people to do nothing einhvern veginn svona sem svona kvöllum til fólks að með eitthvað og pínu svona ef ekki ég hver þá og ef ekki núna hvenar sem líka önnur sem Emma Watson leikuna talaði en Gretar Rapp Steinsson hann sendi mér núna sem mér svolítið skemmtileg hún ekkert uppáhaldið hjá mér en ég mjög þarna ekki gera við aðra það sem þú vilt ekki að þeir gera við þig þú veist, ég þarna, við erum góð vá hvað það myndi leysa mikið að við værum bara öll góð en hann sendi á mig pressure is a privilege þegar að því að það náttúrulega mikil pressa á formanni KSÍ og þannig að hann var svolítið að tala um þetta við mig hann njóta pressunar að þetta var í forndi þannig að mér erst hún leika skemmtilega ég hafði ekki heyrt það áður algjörlega, að því að maður getur hugsað eitthvað svona pressa og maður er stressaður og alveg stíf upp og okkur ég og okkur allir að pæli með og eitthvað svona en síðan bara það er ekki að vera slæm nei og þú kannski bara ég kannski bara sko búin að vinna fyrir henni já og tilbúin til að takast á það algjörlega þetta er líka bara hvernig maður túlkar, þú veist já, en það er svo auðvelt að túlka hana á neikvæðan hátt og jafnvel að láta hana buga þig þannig að hann sendi mér þetta í skilabóðum núna fyrir nokkrum vikum Gretar Rapp, þannig að hann er ekki bara að hjálpa okkur að bæta okkur við fótbolta heldur er hann líka með þennan part sitt inn í andlega þáttun já, mér er líka mjög áhugaður með kvóti að svona ef þú, að ílskan komi upp ef þú leggur ekki þitt framlaga til heimsins sko í rauninni það er svona ef við sitjum að því að erum við ekki svolítið pínu að gera þetta í dag að því að maður pínu svona það kemur einhver umræða og maður bara en ekki, eða skilur þú vilt ekki fara og þú far bara á baukinn eða þú veist skilur þannig að þessi kannski svolítið svona þögn sem að getur komið upp úr að hún getur alveg líka verið hættuleg fyrir okkur sem samfélag algjörlega, mjög svona persónuleg kvöllin að því að sko það er ákvörðun að ákveða miðu upp það er ákvörðun að sína ást í orðum og verknæði og ég held að séu allir sammála því að því fleiri sem gera það því ólíklegri verður til þess að ílskan koma upp sko þannig kannski tengdust þar svolítið allt þetta sem ég var að tala um en allavega, ég man ekki hvað hann heitir þetta var einhver Drake eða eitthvað, ég man ekki en allavega var mjög öll að googla þetta bara og einu viðbót sem ég man núna á fótbolta það var Churchill sem sagði þetta í heimsstyrjöldinni og ég notaði þegar ég var fótboltaþjálfari og það var sko aldrei að gefast upp og þetta er þessi svona þrautsegjupæling sem að mér er mjög áhugaverð og við þurfum að hugsa sem erum að ala upp börnin í dag hvort sem við erum að vinna með þau eða ekki af því að ef við skoðum mótlæti barna gegnum aldirnar og þú veist, krakkarnir okkar eru geggjuð mér finnst þau frábær, þau eru vel upplýst og klára og ég á 12 ára og svo 21 og 23 og ég bara, þú veist, það er svo gaman að tala við þau og vini þeirra og þau eru svo sko flott en en það er líka mjög gaman að hlusta á Önnu Steinsen tala sko þegar við bóum alltaf vefjum börnin okkar þannig að veist, í okkar fjölskyldu þá gefist þau ekki upp algjörlega það er eitt af því sem ég segi klálega og láta börn hafa fyrir því líka já og ég er ekki með að leita sér ekki hjálpar þetta er ekki þannig ég vil það, það má ekki miskila þetta en svona já, þetta þetta í rauninni ég teka þetta út frá þrautsegjunni að halda áfram þó að maður lendi í mótlæti já,
að því þú þarft þess, að því að lífið mótlæti. Við lendum öll í mótlæti. Og þetta er náttúrulega, við getum farið bara alveg inn í, sko, þrautsegu resilience, fræðin og gritt og allt þetta. Við skulum ekki gera það, en það er alveg fræði í kringum þetta og búið að rannsaka þetta í bak og fyrir, akkur þetta er mikilvægt og það er alveg fræðifólk sem telur og þetta sé bara eitt það mikilvægasta sem að við tilengum okkur. Segla. Já, bara tekundi það. Já. Ég held sér bara nauðsynlegt til þess að lifa af lífið, sko. Skilurðu? Þannig að ég er alltaf komið svo margt, sko. Þú ert að biðja mig eitthvað eitt og ég er ánægður með þig. Heyrðu, þetta er síðast spurningin. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annarra einstaklinga, hver væri sú skilaboð? Vá. Ég kannski svolítið búin að segja þetta, held ég. Þetta með að vera góð. Af því ég held að það leysist svo margt. Ef allir eru góðir, þá leysist svo margt. Hvernig verður maður góður? Einmitt. Partur af því er að maður ákveður það. Ákveður að miða á það góða. Maður bara ákveður það sjálfur inn í hjartanu. Maður tekur bara ákveðurinn í hjartanu. Ég er að segja við börn, takið ákveðurinn í hjartanu að grípa inn í einelti og leggja ekki einelti. Þetta er bara, maður getur alveg maður getur tekið svona ákveðurinn fyrir sig. Einu sinni, ég til dæmis er að berjast við að ákveði ekki fyrir aðra. Þegar ég var að skýra yngsta son minn, þá ákvað ég að frænka mín og maðurinn hennar frendi minn myndu ekki nenn að keyra norður og bauð þeim ekki. Og Jesús Kristur almáttugur, ég bara, þau höfðu náttúrulega allan daginn komið og ég, þannig að þarna tók ég, þetta er 2000 hvernig var þetta? 2009? Að ég bara tók svona ákvörðun. Þetta voru mistök sem ég ígrundaði og rýndi í og lærði af. Ekki taka ákvörðun fyrir aðra. Og þannig að ég held einhvern veginn að að maður getur ákveðið að vera góður. Ég ætla að koma vel fram með aðra. Ég ætla að sýna virðingu og vera kurteis. Þetta er bara ákveðin. Þú getur bara ákveðið að gera það. Ég er bara sannfærð það. Það getur alveg verið að maður þurfa að æfa sig í því og maður gerir mistök á leiðin að vera góður. Og ég hef alveg gert það. Ég hef alveg gegnum mína æfi, að þetta er gegnum lífan, ég hef alveg ekki verið góð. Sannarlega. Og eins og við örugglega öll. En það er samt eitthvað sem maður lærir af og heldur áfram með. Þannig að ég held að ég myndi vilja segja að vera góður, af því að mér finnst líka, ég held að afleiðingarnar af því fyrir okkur, ef við værum öll þar, væri svo frábærar. En svo tengist þetta náttúrulega, ég veit ekki hvort þú búin að tengja við náttúrulega eineltisvöndu, sko. En já, ein vinkonu mín, Margrét Sigurðardóttir, mjög skemmtileg. Hún hefur verið að spá í þetta, veit ég, og hefur líka talað að bara kurteisi. Ef allir eru kurteisir, hvað það myndi hjálpa okkur mikið. Og svo eru aðrir sem tala virðingu, ef allir sína öðrum virðingu. Og mér þarf ekki að líka vel við þig, ég get samt sýnt virðingu, ég get komið vel fram við þig, ég get verið kurteis. Og svo er ein fræðikona sem heitir Neil Noddings sem að tala umhyggju. Að bera umhyggju fyrir okkur sjálfum og fyrir nálægum öðrum og fyrir umhverfinu og hlutum að dýrum og svona. Og öllu því og mikil fræði og þannig að mér finnst það líka umhyggju pælingarnar og mér finnst þetta allt fara saman, kurteisi, virðing, umhyggja, einhvern veginn bara í þetta að vera góð. Og þá erum við líka, ef við erum góð, þá erum við góð við umhverfið. Og þá erum við góð við hvert annað og þá ættum við kannski bara í einhverju eitthvað að leysa fátækt. Algjörlega. Ég veit ekki. En allavega, þannig að ég ein skilaboð þá út líf þitt til annarra einstaklinga. Verið góð. Já, verið góð. Ég er nú sannlega sammálaður og ég held að pældi því af hverjum einasti allir bara ákveði þetta og farið þá vegferð og misti það sig en bara þú veist ákveða. Já. Ég er áhugavert að sjá hvernig heimurinn yfir. Já. Er bara Ísland, sko. Ísland, já, byrjum þar. Og heimur, já. Og best að byrja hjá sjálfur sér. Taka þessi ákvörðun í hjartanu. Já. Ég ætla að vera góð.
það ekki svolítið svona áruna... Og ef ég misstíg mig, þá ætla ég að skoða það og læra því og passa mig að gera það ekki aftur. Og svo held ég áfram að þessari vegferð að vera góð. Ég ætla að grípa hana þegar þú sagðir maður að byrja sjálfum sér. Er ekki svolítið sko árunum byrja að gagnrýna heiminn, þá er það að taka til í herberginu þar? Jú, Já. Er það ekki? Byrjar þetta ekki þar? Ég held það. Já, þetta hef ég trú á. Ég held að þetta gerist. Allir sem hlusta á... Ég vona það. Síðan bara tölu ykkur tíma aftur, þá voru Ísland orðið ennþá betra. Ekki það sé ekki gott, en það sé allir bara góðir. Já, ég held það. Allt friður og allir bara, allir dansandi og engar Við erum búin að leysa þetta. Þetta komið. Engir hópar á móti hópum og allir bara saman liði og já, bara manneskjur. Saman. Heyrðu Vanda, það var bara yndislegt að fá að tala við þig. Takk fyrir að gefa þér tíma og gangi bara vel áfram og bara ánægða með kraftin í þér og mér hlakka til að fylgjast með þér. Takk hérlega fyrir, ótrúlega gaman að koma og ræða þessum mál. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað.